Það hefur áhald að sjá hversu samtök iðnaðarins hafa verið með puttan á púlsinum á svo má orðið komast í því að gæta hagsmunum Íslands. Og númer 1 og 3 þá þurfum við verkalýðsfélög, atvinnulíf, ríkið, fyrirtæki, stjórnkerfi, velferðarkerfi. Við þurfum að fara saman sem einn nefi í gegnum þetta saman, inn í það sem er að koma. Rífumst heima og reynum að standa saman út á við. Við lifum á svona tímum sem eru mjög róstursamir og það svolítið mál að iðka samstöðu og að finna það sem sameiginlegt. Því að nú eru allir mjög góðir í því að finna þessu sundrar. Hér í upphafi sáum við hljómsveitina að stilla saman strengi. Samhljómur þýðir ekki að allir spili sömu nótuna, heldur að hver og einn spili sína nótu á réttum tíma og með hinn. Ég held að hér á höfuðborgarsvæðinu halda margir hverjir að hinn raunverulegu verðmæti verði til í fjármálaráðuneytinu eða í Seðlabankanum eða í opinberum störfum, en sannleikurinn hins vegar sá að það er fólki vítt og breitt landið sem býr til hinn raunverulegu verðmæti. Íslenskt verkafólk, íslenskir iðnaðarmenn. Nú fer ég mjög oft út á land til þess að vera vitni af þessu og það sem maður gerir sér grein fyrir í hvert einu skipti sem maður kemur þangað bara hversu mikilvægt það að við séum með þessar grunn undirstöður út á landi. Það ekki bara byggðasjónarmið sem þannig fyrir hendi, heldur þetta eitthvað sem gæti verið mjög tekjuaflandi fyrir ríkissjóð. Já, við skulum bara taka til sem dæmi að bara Grundartanga-svæðið eitt og sér að skapa 151 milljarð í útflutningstekjum sem eru, ef ég man þetta rétt, 16-17% af vöru útflutningi þjóðarinnar. Og það íslenskt verkafólk og iðnaðarmenn sem að vinna alla daga ársins, jólum, áramótum til þess að skapa íslensku samfélagi þessa tekjur. En í nýlegri könnun sögðust 9 af hverjum 10 telja að íslenskur iðnaður hafi jákvæð áhrif á samfélagið í heild. Já, það kom auðvitað meðal annars á óvart, kannski ekki að hinu góða, að heyra meðal annars í máli Álfheiðar Ágústsdóttur, forstjóra Elkem, að Samkeppnishafnið þá stóriðjuna sumpart, í hennar tilfelli járnblendisins, standi svona veikta vígi eins og sakir standa. Við eigum 3 ár eftir raforkusamningnum og ef ekkert breytist að það náttúrulega segja sig sjálft að við munum fara undirbúa lokun. Nú verð ég kjaftstopp, þú varst kjaftstopp á það, en pössum okkur einu að fara ekki með gullgæsina okkar út í tún og slátra henni sjálf. Og það gerum við með því að skapa ekki hér samkeppnishæf skilyrði fyrir þessi fyrirtæki. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Mjög mikilvægt fyrir lítið en þó virkilega burðugt eyríki eins og Ísland að við róum öll í sömu átt, við bara eigum ekki efni á öðru.